Þá er komið að apríllesókn fyrir naut. Þetta er opinn lestur og á við fyrir suma en alls ekki alla, svo takið til sín sem eigi. Við förum beint í lesturinn, byrjum á að athuga hvaða naut ég er að tala við. Við fáum uppákomu, viðburði, áskoranir og ögranir fyrir naut á komandi misseri. Og leiðsögn fyrir naut. Og líklegustu framtíð fyrir naut. Kæra naut, það sem ég er að sjá hér er að síðustu misseri þá hefur verið að rækta andlegu hliðina þína og hvort sem það er tengingin þín við andan og þinn æðri mátt eða varandi sálarlíf þitt og hugan, en ég er að sjá hér að þú hefur að safna þér alls konar tækjum og tólum til þess að efla þig persónulega og styrkja þig. Jafnvel líkamlega líka, en það hefur verið uppbygging í gangi og þú ert búið að vera svona að safna þér alls konar aðferðum til að grípa í til þess að efla þig. Og það hefur verið að sýna árangur af því að þú ert nú bara núna í nokkuð góðum gír og ert í styrknum þínum, virðist líða bara sæmilega og það er sjáanlegur munur, það er árangur af því sem þú hefur verið að gera síðustu misseri, sem er virkilega gott. Núna beint fyrir framan þig, varandi það sem er komandi til þín, það sem gæti augrað svona næstunni, er að þú munt standa frammi fyrir einhverju vali sem þú þarft að vega og meta og þetta er valmöguleiki þar sem að snýst að annað hvort eða eitthvað sem þú þarft þá ef þú ætlar að fá og velja einhverja nýja leið fyrir eða þú ætlar að velja nýtt þá verður að sleppa tökum á þessu gamla eða þú heldur áfram þessu gamla og ræktar út frá því. Þetta er svolítið annað hvort eða þú getur ekki gert bæði hvort að þetta séu tveir valmöguleikar bara varðandi í lífinu, varðandi fjölskyldulíf eða persónulegt líf eða atvinnulíf og eins líka varðandi þína sjálfsrækt, bara hvað borgar sig út frá því, hvað er verið að bjóða þér, hvernig lífið opnast út frá því. Að þessi valmöguleikar þeir standa frammi fyrir þér af því að þú ert að taka einhverjum breytingum og ert að rækta sjálft þig og jafnvel að sjáir að einhverja ákveðna aðstæður í lífinu eru ekki í takt við breytingarnar sem þú ert búið að vera að gera og ert að sjá í dag að þetta er kannski ekki það sem hentar þér. Þannig að ætlar að velja eitthvað annað eða ætlar að rækta það sem þú hefur eða getur yfir höfuð rækta það sem þú hefur. Leiðsögnin þín hér er að hugsa þig vel og vandlega að virkilega skoða málin frá öllum sjónarhornum, leyfa þér að vera svolítið gagnrýnið að sjálft þig líka, hvernig þú ert, hver þú ert og munstrið þín, hvernig munstrið þín kannski koma fram í hegðun og framkomuðinni. Við erum öll mannleg, við erum breysk og gölluð, við erum mjög ófullkomin öllsömmur, þannig að auðvitað getur framkoma okkar á hegðun stundum verið mjög ófullkomin með því. En staldraði við, hugsaðu vel og vandlega, ekki taka neinar skyndi ákvarðanir. Þetta er eitthvað sem verður að virkilega íhuga og ígrunda. Það er að segja hvað þú vilt velja svo fyrir framtíðina. Að þetta er, og ég sé það hér, þetta er mjög erfitt val og þetta er þannig val að þið langar ekki til að velja. Þið langar til að geta haft bæði sama hvað það er, en það er bara ekki í boði. Það er annað hvort eða. Og það er smá afneituna tímabil gagnvart þessu vali að
og því fylgir einmitt að þú ígrundir þetta vel á lengi, að þú sjáir kannski nýja hliðamálinu, sjáir svolítið raunverulegar aðstæður og þið langar ekki til að þurfa að breyta þessu, langar ekki til að þurfa að velja, en hins vegar þá veistu að þú þarft þess. Það kemur að svona kaflaskilum hjá okkur öllum þar sem að þetta er svona við viljum svolítið fá að eiga kökuna en borðana líka og við viljum ekki þurfa að taka erfiðar ákvarðanir þráttur að vita að þær séu réttar fyrir okkur. Við skulum fá smá aukainsinn hér. Hér kemur þetta með sjálfsræktina, eflinguna. Ég sé að þú ert að vinna í svolítið öllum hliðum og með margar ólíkar aðferðir. Þannig að mjög líklegt að þú sért að vinna í þér bæði persónulega, andlega og líkamlega og jafnvel eitthvað að gera breytingar á heimilinu leiðinni. En svo er það líka þannig að þegar við gerum öflugar breytingar hjá okkur og þá smita þær út frá sér og smita inn í heimilislífið og aðra innan fjölskyldunar. Og oftar en ekki þá er það bara mjög jákvætt, en þetta er allavega miklar breytingar sem er að eiga sér í stað hjá þér og í kringum þig. Og heimurinn er svolítið að opnast að nýjir valmöguleikar í boði, þú ert örugglega að sjá líka bara nýja vinkla á hlutunum og með því vonandi bara aukna jákvæðni, auka valmöguleika, fleiri lausnir. Og að þú getur svolítið skapað heiminn eftir því sem þú vilt að líf þitt sé. Við erum öll skaparar í okkar eigin lífi. Svo er þetta varandi að sjá að við þurfum að velja. Að þetta snýst svolítið hvað ætlar að velja út frá því hvernig þú ætlar að vaxa. Hvað ætlar að rækta. Getur þú haldið áfram að rækta þig án þess að gera einhverjar breytingar á þessu sviði varðandi þennan valmöguleika? Er hægt að halda áfram af því að þú ert svolítið í svona momentum með meðbyr núna í uppsveiflu fyrir þig, í því sem að þú ert að rækta fyrir þig, þannig að þú ert svolítið rísandi og það er spurning, getur þú haldið þeim rísanda áfram án þess að velja? Og svarið er nei, þú getur ekki haldið áfram án þess að velja, en getur haldið áfram í þessu rísanda burtséð frá hvort þú velur. Það er spurning. Og aftur kemur hér, þú þarft að vega og meta ofboðslega vel. Tína og vogarskálarnar hægt og rólega. Og þetta er mjög viðkvæmt, þannig að þetta aftur eins og segja engar fljótfærar ákvarðanir. Þetta þarf virkilega að ígrunda. Og þó að þetta sé erfitt val, að þá er þetta samt valið sem leiðir þig inn í næsta kafla í lífinu. Þar sem að þú ert að taka skrefið svolítið út í óvissuna, en á samt þennan góða hátt að þú ert að gera stórkostlegar breytingar. Og nýr kafli með nýrri vitneskju, með nýjum verkfærum sem þú ert að ná þér í dag. Ég vil að fá hérna í lokin eitt spil úr öðrum stokki, bara til að taka heim og saman á lokun. Það er hér spilið Transcend, það er að segja upprisa eða hækkun umfram það sem þú telur þig vita. Þannig að það eru fleiri möguleikar að það sem þú sér í dag. Möguleikarnir í boði séu að opnast fyrir þér og þú ert að sjá fleiri og fleiri lausnir í lífinu. Að það eru enn fleiri möguleikar en það sem þú sér í dag. Og í þessu vexti, í þessu rísanda þínum, að þú munt alltaf uppgötva fleiri og fleiri og fleiri leiðir og fleiri valmöguleikar. Og það opnast alltaf fleiri víddir fyrir þig, fleiri sjónarhorn. Þannig að haltu áfram þessum rísanda
Leyfðu þér að taka eftir breytingunum sem eiga sér í stað. Leyfðu þér að taka eftir uppgötvunum og fagna þeim, af því að þitt sjónarhorn og þinn heimur mun vaxa og mun stækka eftir því sem þú heldur áfram að rækta þig. Og þá ætlum ég að segja þessari leiðsögn lokið. Ég vona skilaboðin til sönn og réttir þeirra sem þurfum að halda og koma að gagni. Ég þakka kærlega fyrir mig og ég þakka áheyrnina.